Rannsóknarnefndin telur að eigendur allra stóru bankanna þriggja og einnig eigendur Straums Burðaráss hafi fengið óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá þessum bönkum. Góðan dag, ég býð ykkur velkomin í Borgarleikhúsið. Framundan lestur rannsóknarskýrslu Alþingis aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna. Allt starfsfólk Borgarleikhússins mun taka þátt í upplestrinum sem hefst nú rétt og eftir og stendur þar til yfir lýkur. Bergur Þór Ingólfsson les, fyrsti kafli. Verkefni og skipan nefndarinnar. 1.1. Skipan rannsóknarnefndar Alþingis. Hinn 12. desember 2008 samþykkti Alþingi frumvarp til laga Frá nóvember 2007 tóku áhyggjur bankastjórnar Seðlabankans af því ástandi sem var að skapast í starfsumhverfi bankans að vaxa Byrjun árs 2000 voru innistæður í íslenskum bönkum samtals rúmir 250 milljarðar króna. Öll veruleg lán sem tengjast Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur á tímabilinu voru á vegum eiginmanns hennar, Kristjáns Arasonar. Heildarmánaðarlaun Sigurjóns Þ. Árnasonar rúmlega földuðust frá árinu 2004 til 2008 og voru tæpar 35 milljónir króna að meðaltali á mánuði árið 2008. Þegar fólk að kvarta yfir að það hafi fengið erlend lán og að þeim hafi verið otað að þeim, það haugalín, tilvitnun lýkur. Verkefni Í 3. kafla Frá nóvember loka greinagerð þegar hlutabréfamarkaðir skuldatryggingar álag hagfræðingar á árunum á fundi verslunarráðs tæknileg atriði stýrivaxta ákvarðanir Seðlabanka Íslands stórframkvæmdir raunhagkerfið Fjármálaeftirlitsins í einkavæðingu bankana tölvubréfi í beinu framhaldi skyldu lánveitanda hjá Landsbanka Íslands og að koma að kaupunum langtímalán byrjun október 2007 samsetning fyrirtækjahóparnir Fjármálaeftirlitsins stórar áhættur tengdar bönkunum víkjandi áhætta eignir skuldunauta Alþingismenn Björgólfur Guðmundsson fjárfestingafélag áhættu skuldbindingar bankalöggjöf verðbréfamarkaði lántökur álíktun annarri málsgrein Ályktanir eftirlit með lausafjárstöðu viðhorf innan bankana ræða forsætisráðherra í fundagerð ríkisstjórnarfundar ábyrgð, mistök og vanræksla bankastjórn Seðlabanka Íslands öllum vinnureglum vikið til hliðar fagleg ráðgjöf vanmetin á árunum 2006 til 2008 Forseti Íslands tók í sama streng. Í fjölmörgum fyrirlestrum hans kom fram greining hans á velgengninni þar sem lögð var áhersla á frumkvöðla menningu. Loks var vísað í arfleifðina og menningu þar sem lögð var áhersla á heiður eða að orðstýr deyr aldrei og sköpunargáfu. Tilvitnun hefst. Ég var rétt byrjaður. Þá trylltist hann. Sagði að ég væri að grafa undan tillögum hans og sagði: þarna situr forsætisráðherra frammi og skelfur eins og lauf í vindi og getur ekki tekið ákvörðun. Hann hlustar á þig og þú ert að grafa undan þessu. Ef þetta gengur ekki fram mun ég persónulega sjá til þess að þér verði ólíft á Íslandi það sem eftir er. Væri eina gæsaleppa eigendarstrúktúrnum breytt og tilvitnun lýkur. Ég held að röddin sé búin. Tilvitnun hefst. De islandske banker hviler på et solidt grundlag. Indtægter fra deres kernevirksomhed
tilvitnun á spássíu í myndband Kaupþings. Kaupthinking is beyond normal thinking. Ég stóð allsber í búningsklefanum í World Class, var að fara í gufubað á sunnudegi og var að halda mér sérstaklega til því að ég var í fyrsta skipti á ævinni að fara til klæðskera. Og ég fór þarna, ég hringdi í Jón Þór og hringdi í klæðskeran. Afsakið. Hef ekki séð hann. Afsakið. Hef ekki séð hann síðan. Og fór þarna niður eftir. Þá Seðlabankanum jafnframt heimilt að beita dagsektum við vanrækslu og skýrsluskilum samanber 2. málsgrein 5. grein reglana og 3. málsgrein 37. greinar laga nr. 36/2001. Dagsektir sem fyrr segir nánar fjallað í reglum beitingu viðurlaga í formi dagsekta nr. 389/2002. Að hvaða marki heimildir fyrir sérstökum jákvæðum gjaldeyrisjöfnuði hafa verið veittar og svo framvegis. Heimildir Seðlabankans að þessu leyti má hins vegar svipað segja og eftirlitið með lausafjárstöðu 16.14.6.6 álagspróf og viðurlagaæfingar. Einungis bent á það að þrátt fyrir að fólk þurfi á endanum að bera ábyrgð á eigin gjörðum má oft fá betri skilning og innsýn í orsakir og afleiðingar hegðunar með því að skilja áhrif aðstæðna á hegðun. Einungis þannig má koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig. Kæru gestir og góðir landsmenn, hér lýkur lestri Borgarleikhússins á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis orsök og aðdraganda bankahrunsins. Markmið okkar var ekki að túlka skýrsluna, heldur að gera hana aðgengilegri þjóðinni. Lesturinn nú aðgengilegur hjá Blindrabókasafninu og hlaðvarpi Ríkisútvarpsins. Þessu verki lokið. Við þökkum ykkur fyrir að hafa fylgst með. Góðar stundir.